Guðni, fannst þér ekki uppleggið breytast eftir að fengu fyrsta markið á okkur? Það er aldrei gott að fá þessi mark í andliti eftir, ég veit það ekki, 90 sekúndur eða 2 mínútur. Aldrei gott, en við komum bara vel tilbaka. Við héldum í raun og veru skipulagi. Þannig að ég er bara ánægður með starfirnar, sérstaklega hvernig við tókum að við fyrri hálfleik. Já, það vörðust mjög vel á móti Blikum, sérstaklega margar sóknar hættur í Blika-liðinu. Fannst þér vel gert hjá leikmanni þínum að halda aftur að þeim í leiknum? Já, mjög ánægður með hvernig við lögðum leikinn upp og gáum ekki mörg færi á okkur í fyrri hálfleik. Þetta opnaðist, það átti mjög góðan kafla í seinni hálfleik, þar sem að lágu vel á okkur og markið lágu í loftinu. En við héldum það á okkur og í stöðunni 1-0 þá erum við alltaf inn í þessu leik. Þess vegna er sárt að fá þessi 2 markarnir í lokin. En svona er það. Algjörlega, gefur væntanlega ekki rétt að mynda af svona spilamennsku liðsins í leiknum að tapa 3-0. Einbeitingarleysi, hvað veldur? Já, við erum ekki bara komin ákveðin þreyta, búið að berjast, við erum búin að elta mikið, við erum búin að hlaupa í stöður, við erum búin að gefa allt í leikinn og orðna þreyttar og lúnar og þá kemur ákveðin einbeitingarleysi þegar svona föst leikatriði, þegar leikmenn fá aðeins að anda. Þú veist, það er að koma eitthvað áhlaup og við lágum hérna niðri. Tunga markmenn með Telmu og Anítu. Er Telma líklega til að fá að spila núna eftir þessi mistök Anítu í lokin? Nei, Aníta stóð sér bara mjög vel heilt yfir. Algjörlega, hún var góð í leiknum að undanskildu þessum mistökum. Já, sammála þér. Bandaríkjamennirnir, önnur er að klára sótkví í kvöld, er það ekki? Jú, bara á eftir. Já, bara eftir. Var að mæta aðeins bara strax til helgi? Já, það munaði 7 tímum. En við fengum ekki leyfi til þessu spilni og það er bara þannig. Það voru bara 11 aðra sem spiluðu leikinn. Algjörlega. Gangi vel, takk fyrir. Takk fyrir kærlega.